Í Hebreabréfinu, 4. kaflinn, margir predika hvíldardaginn út frá þeim kafla, en í þessum kafla við að tala hvíldina sem okkur boðið upp á, vegna þess að ef við lesum í samhengi Gamla testamentið og Nýja testamentið, 4. kaflinn talar að Jósúa leiddi þá ekki inn til hvíldar. En þeir höfðu hvíldardag samt, þannig að það ekki verið að tala hvíldardag, það verið að tala hvíldina sem við fáum í Guði. Og við skulum fletta upp á Matteusar Guðspjalli, 11. kafla, og lesa vers 28 og 9. Þar segir, komið til mín, allir þeir sem erfiði hafið og þungabyrðar, og ég mun veitið hvíld. Takið á þið mitt og lærið af mér, því að ég hógvær og af hjarta lítillátur, þá mun þér finna hvíld sálum yðar. Því að mitt ok ljúft og byrði mín létt. Í Hebreabréfinu 4. kafla og vers 10, reyndar, skulum sjá, 4. kaflinn, í Hebreabréfinu. Ég með uppgerða biblíu. Veistu að þú getur farið og látið laga biblíuna þína. Kostaði bara 20.000. Alveg þessi virði. Sá sem gengur inn til hvíldar hans, Hebreabréfi 4:10, sá sem gengur inn til hvíldar hans fær hvíld frá verkum sínum, eins og Guð hvíldist eftir sín verk. Og í versi 8 á undan, þá segir, hefði Jósúa leitt þá til hvíldar, þá hefði Guð ekki síðan meir talað annan dag. En stendur þá til boða sabbatshvíld fyrir líð Guðs. Sabbatshvíld fyrir líð Guðs. Þannig að það verið að tala hér hvíld og Jesús hann sagði komið og leyfið mér að taka byrðarnar af ykkur. Leyfið mér að koma og taka byrðarnar af ykkur, eða að hann vildi faktisk skipta á sínum verkum og hann vildi skipta við þig á sínum verkum og þínum verkum. Nú, sá sem gengur inn til hvíldar hans, eins og Hebreabréfið segir, fær hvíld frá sínum verkum. Það ein ritning hérna sem ég langar að líka koma inn á í 2. Mósebók, 33. kafla, og við skulum lesa þar, það aðalega 14. versi minni mig, en við skulum lesa hérna 2-3 vers. Móses sagði við drottinn, sjá, þú segir við mig, far með þetta fólk, en þú hefur ekki látið mig vita hvert þú ætlar að senda með mér. Þó hefur þú sagt, ég þekki þig með nafni, þú einnig fundið náð í augum mínum. Hafi ég nú fundið náð í augum þínum, þá bið ég, gjör mér kunna vegu þína, að ég megi þekkja þig, svo ég finni náð í augum þínum og gæt þess að þjóð þessi þinn líður. Drottinn sagði, augliti mitt mun fara með og búa þér hvíld. Augliti mitt mun fara með og búa þér hvíld. Og þá segir Móse, fari augliti þitt eigi með, þá lát oss eigi fara héðan. Fari augliti þitt eigi með, þá lát oss eigi fara héðan. Og þetta auglit, að það getur verið hans nærvera, friður eða hvíld. Presence, peace and rest. Að það sem Guð að tala að auglit hans, nærvera hans, friður hans og hvíld hans fer með Móse. Og þetta það sama og Jesús að tala hann segir, komið til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar,
og hann segir, takið á yður mitt ok. Nei, Jesú, heyrðu, ætlar að láta mig hafa meiri byrðar. Nei, hann ekki að segja það, hann vil skipta við þig. Hann vil gefa þér eitthvað sem þú getur notað í þínu lífi. Hann vil gefa þér smurningu heilags anda í staðinn fyrir örvæntingu, óróa og ófrið. Og Móse, það má segja að hann lifði svona í heimi uppreisnar og óróa. Og það er svo einkennilegt að þrátt fyrir allar tækni framfarir og byltingar og gegnumbrot á sviði tækni og vísinda, að þá virðast menn ekki ennþá hafa fundið friðargenið, vegna þess að það er ennþá einhvers staðar út í geimnum. Það er ennþá ófriður, hafa aldrei verið meiri stríð þrátt fyrir alla þessa tækni, að það verður enginn fundið leið til þess að búa til friðarvopn. Hvernig væri að fá eina friðarsprengju yfir heiminn? Já, amen. En það verður engum tekist að finna upp neitt sem að gefur mönnunum frið. Og það má segja að það sorglega er að þegar það er í boði að þá neita menn að taka við því. Menn velja, eins og Jóhannesar Guðspjall segir, fremur myrkrið heldur en ljósið. Minn frið gef ég yður, það hljómaði jörðina og hefur hljómað frá því að þetta var kallað út fyrir 2000 árum síðan. Minn frið gef ég yður. Og það er þetta sem Jesús er að tala að hann vil gefa okkur sinn frið. Og málið er að við menn, við erum, sál okkar er þannig. Jesús sagði, komið til mín, allir þeir sem erfiði hafið og þunga byrðar, ég mun gefa yður frið, takið á yður mitt ok, lærið af mér því að ég er hógvær og af hjarta lítillátur og þá munið þér finna sálum yðar hvíld. Sálum yðar hvíld. Þannig að þetta snýst sálina í manninum. Sálin er gangverkið í manninum. Og ef að hún er ekki hvíld, mannssál sem er í hvíld, ekki hvíld, hún er til alls vís. Ég fundi það út. Að maður sem er í ófriði innra með sér, hann er til alls vís. Hann getur skaðað sjálfan sig og hann getur skaðað aðra. Og Biblían segir okkur í Sálmi 42 að sálin, hún er eiginlega gerð fyrir þann sem skapaði hana. Sálin var gerð til þess að lofa hann sem skapaði mannin. Í Sálmi 42 þá segir að sál mína hana þyrstir eftir þér. Hana þyrstir eftir þér. Hungrar eftir þér. Og það segir eins og hindin þráir vatnslindi þráir sál mín þig og Guð. Sál mína þyrstir eftir Guði, hinum lifanda Guði. Hvenar mun ég fá að birtast fyrir augliti hans? Svo segir hérna seinna, hví ertu beygð sál mín og ólgar í mér? Af hverju ólgar sálin í manninum? Af hverju þessi órói og ófriður? Af hverju geta menn ekki bara setið á rassinum heima hjá sér í staðis að vera út allt með byssur skjótandi hvern annan? Hvaða ólga er þetta og hvaða ófriður er þetta? Hvaðan kemur þetta? Jú, í Sálmi 143 þá finnum við svar við því. Það segir að óvinurinn, hann eltir sál mína. Óvinurinn eltir sál mína, slær líf mitt til jarðar, lætur mig búa í myrkri, eins og þá sem löngu eru dánir. Þannig að sálin okkar, hún á óvin sem vill halda sál þinni í myrkri. Og það er það sem Jesús er að tala það snýst fagnaðarerindið, að Drottinn vill taka okkur út úr þessu myrkri og inn í friðin hans. Og mörg trúarbrögð, ég sagði það síðast,
Þau boða okkur það að við getum eignast sálarfrið. En það bara Jesús Kristus sem gefur okkur hann. Þú þarft allstaðar að vinna fyrir því. Öll trúarbrögð, allir guðir, Búdda, Allah, nefndan, þú þarft að vinna fyrir því. Jesús Kristur, sonur Guðs, hann sá eini sem gerði það fyrir þig. Hann vegurinn, sannleikurinn og lífið. Það engin annar. Það engin annar. Jesús sagði, þeir sem koma á eftir mér, hann spáði fyrir þá sem kæmu á eftir honum. Þeir eru þjófar og ræningjar. Lestu það í Jóhannes 10. Þeir eru þjófar og ræningjar. Hann sagði, margir falsspámenn munu koma á eftir mér. Páll segir að falsspámaður, hann segir að sá sem, ef að engill færi að boða yður annað fagnaðarerindi í Galatabréfinu, þá sé hann bölvaður. Hvaða menn fengu opinberanir frá englum? Joseph Smith, Muhammed, þeir fengu opinberanir frá englum. Hvað segir Páll? Þá sé hann bölvaður. Það ekki blessun Guðs. Þannig að Biblían mjög skýr. Það bara einn meðalgangari milli Guðs og manna. Einn meðalgangari milli Guðs og manna. Nú, við lásum óvinurinn, hann eltir sálmína. Til hvers? Jú, hann vill nota mannin. Sjáðu, óvinurinn notar menn, Guð notar menn. Og óvinurinn notar menn í gegnum trúarbrögð. Sumir boða trúna með sverði. Óvinurinn notar menn til að boða sína trú. Guð, hann notar menn, óvinurinn notar menn. Óvinurinn eltir sálmína. Sjáðu, Guð notar menn, óvinurinn notar menn. Guð notar alltaf menn til að gefa frið. Guð, hann talar alltaf frið, alltaf frið, alltaf frið, alltaf frið, alltaf hvíld inn í sálina. Óvinurinn, hann kemur með ófrið, óróa sem skapar, fyrst í sál mannsins, sem skapar síðan stríð milli manna. Ef að þú hugsar ekki eins og ég, þá ætla ég að láta þig beygja þig undir mitt sverð svo að þú geti trúað eins og ég. Það ekki Guð. Guð segir, komið til mín allir þér sem erfiði hafið og ég mun veita yður hvíld. Guð gefur þér alltaf val. Þú hefur val. Þú ert frjáls. Þú hefur val. Þú ert frjáls, þú hefur val. Það okkar Guð. Það Guð skapari himins og jarðar, hann gefur manninum val. Hann getur valið fyrir sig. Guð kemur aldrei með sverði. Lærisveinar Jesú, þeir reyndu einu sinni að bregða sverðinu. Pétur, hann brá sverðinu. Og hvað gerði Jesús? Hann sagði, slíðra sverð þitt og hann læknaði manninn. Hann læknaði. Þannig að Jesús, hann talar alltaf frið til dýrkenda sinna. Óvinurinn, hann skapar þennan ófrið. Nú í Orðskviðunum 16:32, þá ritning það sem segir okkur að sá hefur stjórn, sá stjórna geði sínu, hann meiri sá sem vinnur borgir. Sá stjórnar geði sínu meiri en sá sem vinnur borgir. Sá sem getur stjórna sálu sinni, hann meiri en sá sem vinnur borgir. Þannig að lifa í hvíld og friði, það öflugt. Og ég sagði einu sinni, það þarf meiri kraft til þess að skapa frið heldur en að skapa stríð. Það þarf meira afl, meira power til þess að halda frið heldur en að skapa stríð. Og Guð einn, hann á þennan kraft. Amen.
Svo að þegar við komum hér í Hebreabréfið að þá þetta boð Guðs til mannana að skipta í raun og veru á boð að koma inn til hvíldar hans. Boð að koma inn til hvíldar hans, Hebreabréfið 4:10, koma og skipta á okkar verkum og hans verkum. Koma og skipta á okkar verkum og hans verkum. Sjáðu, lærisveinarnir, þeir sögðu einu sinni, þá sáu þeir svona menn sem vildi ekki taka við boðskapnum. Þannig að, sjáðu, þetta í sálinni á öllum mönnum. Þeir sögðu, Jesús, ef við ekki bara bjóða eldur fall af himni og eyði þessum rugludöllum. Þeir vil ekki hlusta á okkur, þeir vil ekki taka við boðskapnum. Munið þið hvað Jesús sagði? Hann sagði, eigi vitið þér hvers anda þér eruð. Þér vitið ekki hvaða andi í yður. Og margir sem trúa og vilja þóknast, þeir hafa ekki tekið við þessum friði og þessari hvíld. Þeir vilja boða, það ófriður í sál þeirra, það órói og margir ganga fram með ofbeldi til þess að boða sína trú. Og það að gerast allan heim í dag. Fólk að boða trúna með ofbeldi. Og fyrsta skrefið hjá okkur í raun og veru til að koma inn í þessa hvíld að taka við í trú. Að taka við. Og í rauninni þetta það sem Jesús að tala og það sem Hebreabréfið að tala að koma inn í Guðs ríki, að koma inn í, sem sagt, að verða eitt með anda Jesú Krist, að endurfæðast og að leyfa Guði að setja okkur á sinn stað í hans húsi. Við vorum að tala í grunnfræðslunni í gær að Hebreabréfið segir að við höfum að koma til hins lifanda steins, fyrra Pétursbréf 2:4, að við höfum að koma til hins lifanda steins og láta uppbyggja sem lifandi steinar í heilagt hús. Og kennslan þar segir okkur að hús Guðs samsett að steinum. Og þegar við séum svona múrsteinshús, það svona sement á milli, svo kemur steinn ofan á stein og það verður úr þessu bygging sem tengd saman með múrsteinum. Og orðið sem nota gríska orðið yfir svona samfélag koinonia og í raun og veru sem þýðir samfélag, sem þýðir svo náið samfélag að við erum límd saman. Og múrsteinar, þeir eru límdir saman með steypu eða lögun. Þannig að samfélagið sem í raun og veru Guð hefur gefið sinni kirkju, það svo náið að við eigum að vera eitt. Nú, ég hugsaði að fyrsta skrefi fyrir okkur að eignast þennan frið í sálinni og þessa hvíld, að það að setjast í helgan stein, eins og svo margir þrá. Það að leyfa Guði að setja okkur á þann stað sem hann vill hafa okkur. Og margir svona eiga erfitt með það, vegna þess að þeim finnst það erfitt og þeir vilja svona, sál þeirra ekki, sálin vill fara þangað og þeir vil ekki endilega vera þar sem Guð setur þá í hvíldinni. En
það fyrsta skrefið til þess að koma inn í hvíldina, að leyfa Guði, að gefa okkur Guði á vald, að taka við orðinu í trú. Og það segir að í Gamla testamentinu, myndin sem hann gefur okkur þar, af Kananlandi, Kananland átt að vera land friðarins. Það átt að vera land hvíldarinnar. En þegar við lesum 3. og 4. kaflan í Hebreabréfinu, þá sjáum við að þeir gátu ekki tekið við orðinu og fyrirheitinu í trú. Þess vegna komu þeir aldrei inn í hvíldina. Þeir fengu aldrei Kananland. Það að segja ákveðin hópur manna. Sú kynslóð sem lifði þá gekk aldrei inn í landið. Það voru synir þeirra sem gengu inn í landið. Þannig að þeir fengu ekki landið. En Guð, hann í raun og veru, hann var óánægður af því að þeir vildi ekki taka við orðinu í trú og hann sagði að þessir fá ekki að koma inn til hvíldar minnar. Þeir fá það ekki. Og málið það að eins og við ræddum hér á laugardeginum og höfum rætt hér áður að það eru fylgjendur og það eru lærisveinar. Lærisveinn sá sem hefur komið inn í hvíldina, hann sá sem hefur leyft Guði að setja sig á staðinn þar sem hann á að vera og hann að vaxa og byggjast upp með hinum steinunum og saman mynda þeir eina liðsheild sem fer út með orðið sem tekur við í raun og veru orði Guðs og sem sagt tekur við hinum hrjáðu og þessi staður sem að veitir hvíld. Það lærisveinn. Fylgjandi, hann einhver sem ennþá leitandi. Hann ekki búinn að í raun og veru ekki komin á þennan stað. Hann hefur ekki leyft Guði að setja sig þarna inn til að vera þessi steinn sem hann á að vera, lifandi steinn í byggingunni. Og þess vegna svo rangt þegar fólk segir, komdu bara til Jesú, þú þarft ekkert að gera meira, þú þarft ekki að vera hluti af söfnuði, þú þarft ekki að vera hluti af liðsheild. Það í rauninni ekki það sem Jesús að segja vegna þess að ef við lesum postulasöguna, að þeir sem komu til Jesú, þeir bættust við samfélagið leið. Þeir bættust við samfélagið leið. Og ég trúi því að það svo mikið hvíld fyrir sálina þegar við finnum okkar stað, við finnum það að hér eigum við heima, hér hefur Guð sett mig og mér alveg sama hvernig, hljóðfæri eru í kirkjunni, mér alveg sama á hvaða aldri fólkið í kirkjunni, mér alveg sama hvernig það lítur út, mér alveg sama þó að þessi sem situr við hliðina á mér sé leiðinlegur, að ég ætla samt að vera hérna af því að Guð setti mig hérna. Og það þá sem að sálin okkar kemur inn í hvíldina að því að við erum ekki hlaupandi eftir einhverju sem við vitum ekki hvað Og nú ég að nota þetta fyrir okkur sem kirkju. Að Guð hann vill fá á þessum dögum að reisa upp stólpa í sinni kirkju. Og sjáðu til, stólpi einhver sem ekki haggast þegar að vindurinn blæs. Og ef að Guð á að reisa upp stólpa, þá þarf hann að fá að gera það eins og hann vill. Og sjáðu til að það var ekki gaman að vera Jósef svona á, hvað á ég segja, 17 ára tímabili. Þá var ekkert spennandi að heita Jósef. Vegna þess að hann hafði rosalega, flotta köllun og ég alveg viss að hann fekk gæsahúð þegar Guð sýndi honum þetta með að sólin og tunglið beygðu sig fyrir honum og hann miðlaði þessu með pappa og mömmu. En svo fór þetta bara allt einhvern veginn öðruvísi. Hann þurfti að sitja í fangelsi og hann þurfti að gera þetta og hann þurfti að gera hitt og aldrei glitti einu sinni í þetta sem Guð hafði lofað honum.
En þegar að tíminn kom og Guð upphóf Jósef, að þá var Jósef komin í hvíldina, hann vissi hver hann var og hann vissi hvað hann átti að gera og hann gat framkvæmt það af því að Guð fékk að móta hann, höndla hann og gera það sem hann vildi gera með hans líf. Þannig að ef að Guð að búa til lærisveina, þá þetta ekki bara alltaf það að við förum á einhvern konsert og förum alltaf þangað sem mest spennandi. Guð vinnur ekki þannig. Að þú farir í kirkjuna sem alltaf mest að gera. Ef að Guð ætlar að móta þitt líf, þá átt þú að vera þar sem Guð setti þig. Amen. Öðruvísi getur ekki vaxið og það sama hvað þið finnst það vont, það sama hvað þú berst mikið og sama hvað ef að Guð hefur sett þig hér, þá átt að vera hér, ef Guð hefur sett þig þar, þá átt að vera þar og aðeins þannig getur verið í hvíld. Jesús sagði, ég að byggja mína kirkju og það eitt með þessa steina að ég held að Jesús sé í dag að leita steinum sem hann fær að setja í sína byggingu. Það eins og steinarnir fái stundum svona fætur og þeir hlaupi burt eða hjól og þeir hlaupi burt og vilji bara gera það sem gaman, en sjáðu, ef við viljum vera í hvíld, að þá það ekki alltaf gaman, ef við viljum finna sálu okkar hvíld, að þá það ekki alltaf gaman, en þú finnur samt hvíld og þú finnur samt að nærvera Guðs og augliti Guðs með þér á þessari leið sem þú átt að fara á þessari vegferð og það ekkert sem jafnast á við það. Ég vil heldur hafa nærveru Guðs í mínu lífi og smurningu heldur milljón stuðbolta sem að, þú veist, geta gert þetta og hitt og ég vil hafa nærveru Guðs og það sem að við erum að sækjast eftir, að fá nærveru Guðs, vitjunartíma, endurlíkunartíma, að Drottinn fái aftur sitt sæti í sinni kirkju, reisa honum hásæti. Og það nokkur hérna vers í sambandi við þessa hvíld sem að ég skrifaði niður og það mann Jesú þegar hann var í bátnum. Það var allt á fullu í kringum hann. Stormurinn geisaði og lærisveinarnir voru fullir af ófriði og þeir voru hræddir og meistarinn hann svaf í bátnum. Hann svaf. Mér finnst það frábært. Það allt að gerast og hann bara sefur og ég vildi að ég geti verið þannig. María, allt að gerast, Jesús kominn í heimsókn, hún bara fær sér sæti, kemur inn í hvíldina og byrjar að hlusta. Marta, hún skildi þetta ekki, hún náði ekki. En María, hún gekk beint inn í hvíldina og Jesús sagði að hún hefði valið góða hlutskiptið. Og með Jósúa og Kaleb, vitið það, þeir voru í hvíldinni í 40 ár. Hugsið ykkur að það eru sendir njósnamenn og að kanna landi og Guð var búinn að segja að þeir ættu að taka landið. Og svo eru 10 sem eru svona vantrúar rugludallar og þeir segja þetta ekki hægt. Ég veit ekki hvort að vantrúa fólk fer í taugarnar á það, fer í taugarnar á mér. Fólk sem segir alltaf þetta ekki hægt, þetta ekki hægt, þetta ekki hægt. Nei, þetta nú ekki Guð. Og þarna fara þeir og það koma 10 af 12 sem segja þetta ekki hægt, þetta ekki hægt. Og af hverju ekki hægt? Jú, mennirnir eru svo stóri þarna og hvað segja þeir? Guð með okkur, þeir eru brauð okkar. Já, en mennirnir og það allt saman, þeir eiga stærri byssur en við. Já, Guð meira, ef Guð hefur gefið okkur landið, þá bara förum við. Hvað gerir svo? Þeir koma aftur og Guð, hann ákveður núna að þessi kynslóð fær ekki að fara inn í landið.
ef ég hefði verið Jósúa eða Kaleb, þá hefði ég farið og lamið þessa 10 gæja. Vitleysingarnir ykkar. Við vorum búin að fá þetta og þið bara, ég meina, þið stóðuð í vegi fyrir þessu. Ég hefði stofnað nýja kirkju. En hvað gerði Jósúa og Kaleb? Þeir voru á sínum stað því að Guð hafði sett þá þar. Þeir voru bara áfram steinar þar sem Guð hafði sett þá með öllum þessum 10 leiðinlegu og hinum. Og að því að Guð sagði þeim að vera á, Guð sagði þeim ekki að fara, Guð sagði þeim ekki að stofna nýja kirkju, þeir voru í hvíldinni í 40 ár. Svo lesum við í Jósúa bók 14. kafla að Jósúa Kaleb kemur og segir við Jósúa, og hugsið ykkur líka að hvað Kaleb hafði ástæðu til að fara í fílu líka, þegar Móse valdi Jósúa, af því að þeir voru 2. Af hverju ekki hafa 2 pastora eins og ég ætla ekki að nefna neinar kirkjur, af hverju ekki hafa þá 2? Ég hefði haft þá 2. Allavega það léttara fyrir okkur. En sjáðu, Kaleb, hann var bara í hvíldinni. Ok, Jósúa, ef að Guð velur þig, þá ég áfram bara á mínum stað. Og síðan það að hann kemur einn daginn til Jósúa og segir, manstu eftir því að Móse gaf mér þetta fjalllendi þarna? Og Jósúa segir, já. Ekki allt í lagi að ég fara að taka það núna? Vegna þess að kraftur minn ennþá hinn sami til að berjast. Eftir 40 ár. Þannig Jósúa segir, jú. Og Kaleb fer, hann tekur þetta fjalllendi, það sem voru risar, og í 15. versinu í 14. kaflanum í Jósúa bók segir, eftir það létti ófríði af landinu þegar Kaleb loks var leystur til að framganga í sinni trú, þá kom hvíld yfir þetta landsvæði. Þannig að verk trúarinnar, að þegar við tökum við orði Guðs í trú, þá gefur það okkur hvíld í hjartað. Það alveg sama hvað okkur finnst það vitlaust og ruglað og þó að ekkert sé að gera. Það var ekkert að gerast hjá þessum mönnum trúarinnar í 40 ár. Ekkert. Þeir voru með þessum leiðinda döllum þarna í eyðimörkinni, gangandi hring eftir hring eftir hring, hring eftir hring, hring eftir hring, hring eftir hring eftir hring. Og þetta voru trúarhetjur. Og hvað gera þeir? Þeir bara segja, drottinn, ok, ef þú vilt að ég sé hér, þá ætla ég að vera hér. Ég treysti þér, Guð. Og þeir bara komu inn í hvíldina með Guði. Svo kom þeirra tími. Jósúa var reistur upp til að taka landið og Kaleb fekk líka sitt landsvæði og friður komst á í landinu. Og þess vegna það að Páll hann segir líka að Guð fríðarins mun sundurmola ófríðin undir fótum þér. Guð fríðarins mun sundurmola Satan undir fótum þér, Rómarbréfi 16:20. Guð fríðarins. Þegar að þú hefur hvíld í þínu hjarta og frið í þínu hjarta, þá Satan undir fótum þínum. Sumir hafa lært einhverja tækni til að binda djöfulinn, svo öskraðir og hamast, fullir af ófríði og djöfullinn bara hlæra þeim. Það ekki nóg bara að kunna biðja. Friðurinn verður að vera í þínu hjarta, þá getur þú beðið með valdi. Þá biður þú með valdi af því að þú ert undir valdi. Friður Guðs í hjarta þínu og þú ert í hvíldinni og þá biður þú í nafni hans sem sendi þig, í nafni hans sem þú ert að hlýða. Þú hlustar á yfirsteinin, hornsteinin og þú ert einn af hans steinum. Og þess vegna ert í hvíld og þú illir andar þurfa að beygja sig, sérhver knés þarf að beygja sig fyrir hans nafni. Og Biblían segir í 11. versinu í 4. kaflanum að við eigum að kosta kaps að ganga inn til þessar hvíldar. Við eigum að kosta kaps að ganga inn til þessar hvíldar.
Og ég vildi að kristnir menn byrjuðu að leita Guðs til þess að finna þessa hvíld fyrir sig. Og að, sjáðu, ég sagði hérna í upphafi árs að það alltaf ætlast til þess að pastorinn kom með hugsjón fyrir árið og hvað eigum við að gera og ef það ekki nógu spennandi þá ætla ég að finna mér aðra kirkju þar sem meira spennandi hugsjón. Ég sagði, finndu Guðs handleiðslu fyrir þig og skrifa það á ísskápinn þinn. Leyfðu Guð að nota þig. Kirkjan hérna saman staður þar sem við komum saman til að fagna yfir því hvernig Guð hefur notað okkur í vikunni. Og við komum hérna til að segja hvert öðru og miðla hvert öðru að hvað Guð hefur gert í okkar lífi. Finndu hvíld Guðs í þínu lífi. Leitaðu Guðs þangað til þú finnur hann, leitaðu Guðs þangað til að þú veist hvað þú átt að gera, hvar þú átt að vera, hvað þú átt að gera á daginn, hvað þú átt að gera á nóttinni. Og vertu svo glaður þegar Davíð segir, nú skulum við koma í hús Guðs og fagna saman. Vera með öllum þessum leiðilegu. Amen. Þá finnur þú hvíld og frið í sáluðinni. Sjáðu, ef þú veist að þú átt að vera þar. Og það er þar sem að í raun og veru smurningin kemur. Það er vers í Hósea þar sem er talað að Guð lokkaði Ísrael út í eyðimörkina. Og eyðimörk staður leiðindanna. Og veitu hvað gerðist í eyðimörkinni? Guð gaf þeim víngarðana í eyðimörkinni. Smurningin kom í eyðimörkinni. Andi Guðs kom yfir þá í eyðimörkinni. Það eru svo margir sem að halda það að friðurinn og hvíldin séu því að elta þetta og elta hitt og hlusta á þennan fræga predikara og hinn fræga predikaran. Ég veit ekki einu sinni hvað þeir heita lengur. Ég vil bara finna Jesú. Ég vil finna Jesú og hafa hann hjá mér. Ég þrái nærveru hans, ég þrái hans hvíld. Og ef einhver getur hjálpað mér, þá vil ég gjarnan hlusta á hann, það er ekki það. En að hlaupa alltaf eftir þessum og þessum og þessum. Ég hef kynnst svona nokkurum frægum predikurum. Ég veit að þeir eru aumir menn, alveg eins og þú og ég. Og þegar þeir eru ekki í púltinu, að þá þeir stundum mjög, eins og maður segir á enskunni, vulnerable, alveg eins og Elía var daginn eftir. Ég alveg viss að það vildi allir þekkja Elía daginn á undan. Hann var maðurinn með kraftin. He was the man with the power. Elía, það kom regn. Svo drap hann nokkra falsbámenn. Hann var sá sem hafði valdið. En hvað voru margir sem vildu þekkja hann daginn eftir? Þegar hann laumaðist hræddur í burtu af sviðinu og sagði, Guð, hún vond við mig kettlingin þarna. Ég meina, þá var hann óskup lítill kall. Og það er þetta sem við þurfum að læra, að hvíldin okkar. Sumir hafa orðið fyrir vonbrigðum af því að þeir fengu ekki lækningu hjá einhverjum frægum predikara, sem var lækningapredikari. Hafa hætt að leita Guðs. Come on. Ég meina, hvaða rugl er þetta? Ég meina, á Benny Hinn að lækna mig? Nei. Lækningin, ef ég fæ ekki lækningu á lækningasamkomu, þá held ég áfram að horfa á orð Guðs að því að lækningin kemur þaðan. Hvíldin er þar, friðurinn er þar, valdið er þar. Það er hjá Guði. Og það er alveg sama hvað maðurinn er frægur, ekki frægur. Hvíldin er í Jesú Kristi og hvergi annar staðar. Amen. Amen. Drottin, ég bara bið þig, hjálpa okkur að koma inn í þessa hvíld. Hjálpa okkur, drottin, að finna friðinn sem þú vilt gefa okkur. Og drottin, leyfa þér að leiða okkur í nafni Jesú.
Hjálpa okkur drottinn að leyfa þér að höndla líf okkar, sama hvort það sárt eða sætt. Faðir, það bara bæn mín að þú leiðir einn og sérhvern hér í þessari kirkju og þú talir áfram inn í líf okkar. Og Faðir, þakka þér fyrir að við mögum, já, drottinn, nálgast þig á þessu ári. Þakka þér fyrir að við mögum, drottinn, meðtaka, drottinn, fyrirheit þín á þessu ári sem við höfum beðið árum saman. Þakka þér fyrir að þú ert að gera eitthvað nýtt á þessu ári. Þakka þér fyrir unga fólki sem við sjáum koma inn í kirkjuna. Þakka þér fyrir trúboði sem við sjáum fara út frá kirkjunni. Þakka þér fyrir það, drottinn minn, lækningarnar. Þakka þér fyrir, drottinn, allt sem þú hefur fyrirheitið og allt sem þú ert að gera og munt gera í nafni Jesú. Og Faðir, við leggjum bæjarfélagið okkar áfram í þínar hendur, drottinn. Við bara þökkum þér, við tilbiðjum þig og við tignum þig, við gefum þínu nafni alla dýrð. Halleluja, 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 halleluja. Og ég segi, Jesús, ég vil taka þitt ok, ég vil, drottinn, taka þitt ok á mig. Ég vil taka þitt og ég vil gefa þér mínar byrðar, drottinn minn og Guð minn. Ég vil gefa þér allan minn óróa, ég vil gefa þér allt sem ekki kemur frá þér og ég vil meðtaka þína hvíld, smurningu heilags anda, þinn frið og Guð og við gefum þínu nafni alla dýrð. Jesús, 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 komi ríkið þitt og verði viljið þinn. Amen. Amen.